Já, komið sæl. Það var tiltölulega bjart yfir landinu í dag. Það er fínasta sunnudagsveður og vissulega hafi nú aðeins svona farið að bæta í vind hjá okkur hér vestanlands svona þegar fór að halla undir kvöld. En það verður nú öllu óstöðara veður svona þegar líður á þessa viku. Við verðum með einar 4 lægðir sem að munu koma við sögu hjá okkur og við sjáum hér til og með einan okkur krappa og djúpa hér suðvestur af landi og hún mun hafa áhrif á veðrið hjá okkur á morgun. Hitaskil sem koma hér inn á sunnanvert landið í fyrramálið og svo muni kuldaskilin fara norðaustur yfir landið þá annað kvöld. Og dálítill strekkingsvindur þessu samhliða og við sjáum hvernig þetta hlýja loft kemur hér inn á landið í nótt og á morgun, fer hér norður yfir landin aftur á móti þessi skörpu kuldaskil sem koma síðan inn og annað kvöld að þau eru vel merkjanleg í þessu hitafarskorti. En skilin komin inn hér þá hádegi á morgun sem við sjáum hér viðbúið að það muni rigna frá þeim nokkuð víða og þá sýnum mest hér á Suðausturlandi og Austfjörðum. Eitthvað getur nú það getur allan að rýnt dável á köflum hér einnig á Suðvesturhorninu. Úrkomu minna þegar að norðar dregur en strekkingsvindur á undan þessu skilum og verður svona strekkingsvindur víðast hvar á landinu allan morgundaginn, allan að þar til að kuldaskilin hafa farið yfir þá annað kvöld og eru hér með kort á sem sýnir stöðuna klukkan 10 annað kvöld, þá eru þessi skörpu skil að fara yfir hér á Suðvesturhorninu. Við sjáum að hann fer úr því að vera í suðaustlægri átt og tiltölulega hvassari yfir og snýr sér yfir í suðvestanátt þegar skilin hafa farið yfir og dágóð úrkoma í kuldaskilunum einnig þá sérstaklega hér vestan og sunnan til þegar þau fara yfir landið en það getur gert úrkomu reyndar í öðrum landshlutum. Verður svona öllu stöðugra veður þá getum við sagt þá á þriðjudaginn þó vissulega verður nú sunnanáttin sem að leikur landið þá og hún verður nú að dansa í kringum 10 metra á sekúndu hér vestan til á landinu en mun hægari þegar austar dregur. Mun fylgja sunnanáttinni skúraleðingar vestanvert landið og einnig gæti það teygt sig yfir á suðausturland en þriðjudagurinn ætti að vera bjartur lengst framan af á norðanverðurlandinu og jafnvel eitthvað landið austanvert en það eru síðan skil eða önnur lagðarbylgja sem að nálgast og það mun þykkna upp austanlands þegar líður á þriðjudaginn og nýjustu spár gerir ráð fyrir að það verði farið að rigna landið austanvert þá á þriðjudagskvöld og þetta verður nú dálítið kröpp bylgja sem fari hér yfir norðaustur hluta landsins og við sjáum hér að þegar hún komið norður af að þá getur einnig gert úrkomu í öðru landshlutum til að mynda norðvestanlands skúraleðinga hér sunnan til og mun síðan létta til austanlands þegar lægðin komin norður af en þetta nú kannski svona krappari útgáfan sem við erum að sjá í spánum í dag svona flesta spá sammála að það komi hér lægðarbylgja og fari hér norður fyrir en mismunandi hversu mikil ákefð fylgir þeirri lægð svo við erum að sjá betur hverju framvindu með það. En í framhaldinu þá á fimmtudaginn þá útlit fyrir austlæg átt og það muni rigna sunnanvert landið síður þó fyrir norðan þó að vissulega ekki getum ringt þar eitthvað allan stundarsakir og á föstudaginn þá og næstu helgi útlit fyrir áframhaldandi svona lægðar komur getum við sagt. Fínasta veður á stóru svæðum í Evrópu eins og við sjáum hér, háþrýstisvæði í austurhlutanum, hæsti þrýstingurinn þá í Austur-Evrópu og teygir sig til Skandinavíu. Sjáum að það sól nokkuð víða, nema að vera skildi á Bretlandseyjum og sumstaðar á Íberíuskaga og vesturhluta Frakklands. Þannig að það ágætis haustdagar gjörfu alla Evrópu getum við sagt svona að mestu leyti. En við skulum segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.